Já, góður hlustendur, velkomin að Rauða borðinu á föstudegi. Þátturinn er tvískiptur í kvöld. Hér á eftir kemur Þorleifur Friðriksson sagnfræðingur og ég ætla að fá að spyrja hann stöðu verkalýðshreyfingarinnar í dag svona í sögulegu ljósi. Það er margt að spyrja þar. Hann er manna fróðastur verkalýðssögu á Íslandi og ég lofa ykkur áhugaverðu samtali. En við ætlum að byrja hér með hvað getur kallað þjóðhagsráð Rauða borðsins. Það er Ólafur Margeirsson, Guðrún Johnsen og Ásgeir Brynjar Torfason, þau eru öll hagfræðingar. Og það eru nokkur mál sem við ætlum að ræða í kvöld. Kannski er stærsta fréttin hérna innanlands, lækkun Seðlabankans á stýrivöxtum niður í 1%. Maður velti því fyrir sig, það sem mig langar að spyrja ykkur hver eru forsendur fyrir þessu? Af því að mér var kennt ungum að það væri nefnd á vegum Seðlabankans sem að lokaði sig inn í herbergi og reyndi svona að meta markaðsaðstæður og kæmi síðan með einhvern niðurstöðum hverjir væru stýrivextirnir út frá einhverjum lestri á markaðnum. Þetta væri ekki geðþótta ákvörðun, heldur væri deila markaðslega ákvörðun, að vextirnir réðust af svona markaðsaðstæðum. Það væri miklu betra fyrirkomulag heldur þegar stjórnmálamenninni væri með þetta. En núna í vikunni þá labbar þetta fólk inn í herbergi og kemur út með mikla stýrivaxtalækkun sem að maður sér ekki alveg forsendu fyrir því ef það er ennþá óbreytt að Seðlabankinn sé fyrst og fremst að horfa á verðlagsforsendur. Það er ekki hjöðnun í gangi, það er gengið hefur fallið mikið, það er óvíst hvernig það muni leiðast út í verðlag. Þannig að maður getur ekki alveg lesið út úr þessu að þetta séu svona verðlagsástæður sem að liggja baki. Svo þá veltir maður því upp. Er fólkið þannig í herbygginu ekki bara að taka pólitíska ákvörðun? Ásgeir Brynjar. Já, ég vona nú ekki, en eins og ég hef kannski sagt áður í þessum þáttum, þá eru mörkin á milli sjálfstæði Seðlabanka og fjármálaráðuneyta svona búin að mást svolítið út. Undanfarin 20 ár hefur verið lagt mikið upp úr sjálfstæði Seðlabanka og þeir eigi að gera þetta án aðkomu, en núna höfum við séð að Seðlabanka beinlínis koma inn í það fjármagna peningaþörf ríkissjóða. Englandsbanki og Seðlabankastjóri Íslands viðurkenndi þetta í Kastljósinu fyrir vikunni. Og það er svo sem bara gott í raun og veru að menn sé ekki að reyna að halda upp einhverju fíkjulaufi þegar allir vita að keisarinn er nakinn. Það er alveg í góðu að Seðlabankar fjármagni ríkissjóði í svona ástandi eins og er núna. Það síðan hvernig vextirnir eru ákvarðaðir er náttúrulega búið að vera með utanaðkomandi 2 aðilum í peningastefnunefndinni til þess að það sé ekki bara embættismenn einir að ákveða þetta. Og það gefst vel allan heim. Það sem kannski mér finnst merkilegast eða best í þessu núna er að íslenski Seðlabankinn er bara nálgast Seðlabankana í löndunum í kringum okkur. Það hefur verið rosalega mikill munur. Ég hef tekið þetta dæmi áður fyrir fjármálahrunið. Þá voru kannski 12% stýrivexti hér og 5% stýrivextir út í heimi. Þannig að munurinn á milli var svona 2,5-faldur munur, ef þið fylgið mér í útreikningunum. Síðan eftir hrun og þegar allir Seðlabankar heims fóru niður í 0 eða 0,1 eða 0,3 að þá voru við í 4 og fóru niður í 3, en munurinn á milli 3% og 0,3% er 10-faldur. Þannig að munurinn á Íslandi og útlöndum var í raun og veru orðinn meiri eftir hrun fjármála heldur en fyrir. Og þetta hefur síðan bara aðeins verið að lagfærast og minkast núna, því þetta síðasta lækkunarþrep sem er þó hlutfallslega mikið, næstu í helmingslækkun, úr 1,75 niður í 1, það er gífurlega mikil hlutfallslega lækkuna, að það er í raun og veru bara framhald á lækkunarhrinu sem er búin að vera síðan í fyrra og er bara góð til að færa okkur til jafnsvið eða nær kerfinu í kringum okkur, af því að síðan að við gengum inn í EES og síðan að menn sáu eftir fjármálahrunið að þetta er í raun og veru alþjóðlegt kerfi, en þá þýðir ekkert að hanga í gömlum módelum eyjar og sjálfstæði þegar að allt kerfið í heiminum er samtengt og við að mínu orði vorum með allt og háa vexti allt og lengi, vorum í höftum og svona, en núna erum við þó allavega að nálgast á par við aðra sem er bara gleðilegt og gott og það hjálpar einmitt
heimilum og fólki sem með skuldir að geta það sem ég reikna með að þeir sé að reyna að ná með þessu er að auka innlenda neyslu af því að við erum ekki að fá útlensku ferðamennina þá þarf að hjálpa okkur að vaxa út úr kreppunni með því að gefa fólki í raun og veru meira á milli handana með því að borga minna fyrir húsnæðislánin og geta þá farið í klippingu og út að borða og keypt parkett eða eldhúsinnréttingu og þá fara hjólinn í gang, þannig að þetta bara... En ég ekki að finna að því að vextir svo lækka þegar maður fann í 0 mín vegna. Það sem ég að velta fyrir mér, að það bara ár síðan að hér var verið að gera svokallaða lífskjarasamninga og þá var verið að semja það að halda laununum niðri og með því að gera samninga við sveitarfélög og opinbera, þau ekki opinbera þjónustu, þá myndi verðlega ekki hækka og þar af leiðandi átti að vera hægt að lækka vexti. Þannig að þetta voru leikregluna fyrir 1 ári síðan, en svo núna í vikunni þá bara vextinni lækkaðir án þess að neinar af þessum forsendum séu raunverulega sýnilega. Það er bara að vera lækkað til þess að þetta sé líkt og þetta í útlöndum. Guðrún, getur þú útskýrt þetta fyrir mér? Ég bara skil ekki neitt. Já, ég held að bara svona til uppröðunar eins og þú segir, það er eðlilegt að við munum eftir því hvaða svona markmið Seðlabankinn hefur. Það er alltaf fyrst og fremst að sjá til þess að það ríki verðstöðugleiki og hins vegar fjármálastöðugleiki. Þeir hafa til dæmis ekki að það mandate að hámarka atvinnustig eða lágmarka atvinnuleysi, það er ekki þeirra markmið. Sem að sumir seðlabankar í heiminum hafa raunverulega sett inn í sína stefnu. Jú, akkurat og menn hafa til dæmis gagnrýnt aðgerðir Janet Yellen, hún kom úr þessum Labour hagfræði skóla og menn töldu að hún hefði kannski verið að horfa meira á það markmið sem var kannski ekki beinlínis skjálfest með því að viðhalda þessum magnbundnu tilslökunum eða quantitative easing of lengi. En aftur að forsendunum að lækkun vaxta þá sé ég að Seðlabankinn, jafnvel þó að krónan hafi veikst núna fyrirpart ársins, að þá náttúrulega munum við það að Seðlabankinn býr yfir öflugum gjaldeyrisvaraforða og svo einfaldlega held ég að það spili mikið inn í að það sem við flytjum inn hefur svona kannski jafnast vegna þess að það er frekar verðhjöðnun erlendis heldur en verðhækkun og mann kannski að horfa til þess að húsnæðisverð muni að minnstakosti ekki lækka og svo bara þetta signal menn vilja móta verðbólguvæntingar til lengri tíma og svo gefa það merki að þeir ætli sér að mín business, þeir ætla sér að gera það sem þarf eins og Draghi sagði forðum dag. En við skulum ekki gleyma því líka að gengið búið að falla 14%. Menn tala það eins og rosalega góðan verðstöðugleika og gengistöðugleika og að því að það hrundi ekki meira en 14% gengislækkun sem þýðir hækkun á öllum innfluttum afurðum 14% náttúrulega búið að taka burstumerknið af kjarasamningshækkununum svona á þess að láta fólk beinlínis vita af því. Ætti að leiða til svona 5% verðbólgu svona yfir eitthvað tíma, cirka. Það ekki talað oft það sé svona 40% af sem að komið þá í gegn. En það hefur ekki alveg gerst. Þannig að kannski erum við að flytja inn verðjöfnun, getur það verið, þannig að kannski áhrifin að gengisfallinu kom ekki fram, hvað segir það Guðrún? Já, ég held að þarna þurfum við að hafa í huga samkeppniskrafta sem eru þó kannski til núna í okkar kerfi og eru virkari heldur en áður fyrrum. Við íslenski kaupmenn eru náttúrulega í harðri samkeppni við Alibaba og erlenda, ekki þó erlenda netverslun. Og fólk núna í þessum hremmingum, jafnvel þeir sem eru með góð laun og halda þeim í gegnum þessar hremmingar, að þeir eru bara einfaldlega að draga að sama seglinn og hafa ekki verið að neita eins mikið sem svo áður. Svo ég held að þetta er svona kraftar sem að koma inn í þessari niðurstöðu. Ég hef ekki svona kannski ástæða til þess að ætla að þetta sé misfarið eða misráðið af Seðlabankanum, alls ekki. Ég held að þeir hafi innistæðu fyrir þessum ákvörðunum. Og það er þá algjörlega ný staða sem að Íslendingar standa í. Þá erum við ekki lengur í þessum hávaxta flokki landa heims
og hugsanlega breytist þá dýnamík okkar bara hagsæld í kjölfarið vonandi og hugsanlega væru menn það búin að læra svolítið á þessi hagstjórnartæki og beita þeim með skilvirkari hætti heldur en við vorum vön þegar við vorum að alast upp. Ég var líka bara kvarta yfir því að þetta var ekki útskýrt fyrir okkur. Þetta skrítið að sé sagt fyrir okkur ári síðan að þetta eigi að virka eftir þessum lögmálum og svo allt í einu bara púff, að fara lögmálin út og það útskýrði það enginn sko. Það getur því getur. Ólafur Margeirsson, afleiðingarnar af svona lækkun. Það skemmtilegasta sem ég sá var að kunnur Evrópusinni og Evrusinni sagði að já, þarna eru kannski farin að forsenduna fyrir því að gangi Evrópusambandi og taka upp evru ef að við erum bara komið með sama vaxtastig og annars staðar. Hver heldur afleiðingarnar að þessu geti verið að vextir á Íslandi eru orðnir bara viðlíka og á siðuðum þjóðum eins og sagt er? Þannig að hugmyndin með vaxtalækkuninni er rauninni að reyna að minnka áfallið sem hagkerfið er að gangi í gegnum. Sko, pælingin með stýrivöxtum og peningastefnu yfir höfuð er að hún á að vera það sem er kallað forward looking, hún á að vera framsýn. Og ef væntingar á markaði eru þannig að það sé verið að búast við því að verðbólga verði lág og atvinnuleysi hátt og eftirspurn lítil, þá er engin ástæða til annars heldur en hjá Seðlabankanum að lækka vexti í samræmi við það. Hvort að það sé gott að vexti séu lækkaðir, þú mátt spyrja þig að því sko af hverju er verið að lækka vexti og það er verið að lækka vexti vegna þess að hagkerfið er ekki endilega að standa sig mjög vel. Þannig að, og það er sama vandamál á evrulöndunum bara síðan 2010 það bil. Þar hefur vandamálið verið það að það er ekki nægilega mikill styrkur í hagkerfinu til þess að vera með háa innan gæsalappa vexti með við vaxtastigið í dag. En á sama tíma hefur hagkerfið á Íslandi verið þó allavega það þróttmikið að það hefur getað staðið sig innan gæsalappa í gegnum hátt vaxtastig sem var ætlað til þess að í rauninni að hægja á því. En hvort þetta sé ástæði til þess að taka upp evru eða sleppa því að taka upp evru. Sko, að taka upp evru er pólitískt val og ekki. Og það hefur efnahagslegar afleiðingar og það er sannlega að sé þetta í rauninni kemur ekki vekk fyrir stáumræðu og ég held að í rauninni, þú mátt alveg segja að einn af hvötunum kannski fyrir því að taka upp evru, það er að segja lágt vaxtastig sé kannski hann sé kannski að minnka, en vandamálið er að hagkerfið á Íslandi átti ef til vill aldrei að vera með lága vexti og þá enga magnbindingu eða magnstýringu á lánum á sama tíma. Alveg eins og er í raunin á Íslandi, í Evrópu vegna þess að evrópska hagkerfið var einfaldlega ekki að standa sig jafn vel. Þannig að ég myndi ekki segja að þetta sé jákvætt, sannlega að sé að sjá vexti á Íslandi lækka. Vegna þess að ástæðan fyrir því að vextin eru að lækka er að hagkerfið er að taka á sig högg og það er verið að reyna að minnka höggið með því að lækka vextina, en hvort að það takist þessu annar mál. Vandamálið við þetta er að vextir hafa ekki mikil áhrif á greiðsluflæði í hagkerfinu annað heldur en það sem Ásgeir var að tala af húsnæðislánum og slíku. En ef þú ert fyrirtæki og þú ætlar að ákveða það hvort þú ætlar að fara í fjárfestingu eða ekki, þá er mun áhrifa meiri þáttur í þeirri ákvörðun hvort þú munir hafa tekjur í þeirri fjárfestingu eða vegna þeirra fjárfestingar heldur en ekki. Og hvort að þú sért að fara að sjá 3% vexti þar eða 1% vexti á því þegar þú ert að ákveða hvort þú er að fjárfesta eða ekki, það er venjulega ekki þúan sem í rauninni velkir hlassinu að lokum. Það er frekar það og sést ekki viss það og fáir nægilega mikla tekjur til þess að borga vextina, hverju þessi vextinu er. En segja mér, hafið þið skoðun á því hvort að stýrivaxtalækkun Seðlabankans fari fljótt út í kerfið, út í bankakerfið, það leiði til þess að verði minni greiðslubyrði á fyrirtækjum og fjölskyldum, munu bankarnir kannski ýta öllum bara yfir í yfirdráttarlán á heftinu sem eru sko 9% vextir eða hvað maður hvað? Vandamálið þar kannski sem sérstaklega þar er að þar sér maður kannski ákveðlega hversu í rauninni bitlaust stýrivaxtatækið er. Og það er meira þess að frekar
bitlaust í hagkerfum án verðtryggingar. Það ennþá bitlausara í hagkerfið á borð við Ísland þar sem verðtryggingin Og það bitlaust vegna þess að bankar, þeir horfa á það hvort að, segjum á þessi banki, þú ætlar að stýrivextir í dag eru 5% og einhver með, segjum, tekjur sem eru 100.000 eða meira til þess að vera pottet á því að fara í gegnum greiðsluna. Sem dæmi. Síðan missir viðkomandi alla tekjurnar. Skiptir það máli fyrir viðkomandi hvort það sé 1% vextir eða 5% vextir? Nei, það skiptir ekki máli, vegna þess að allar tekjurnar eru farnar. Þannig að það í rauninni ekki það sem skiptir allra mestu máli. Það sem skiptir máli hvernig greiðsluflæðið hjá fólki sem að reyna að sjá til þess að það sé að borga af lánunum og það hefur verið að fjárfesta í fyrirtækinu og það hefur verið að fjármagna það að ráða fólk og svo framvegis. Og ef ég sem stjórnandi fyrirtækis sem vill kannski fjárfesta labba inn í banka og ég bið lán, þá það fyrsta sem bankinn spyr mig hvernig ætlar að borga lánin tilbaka. Og þar sérstaklega verið að tala það hversu miklar tekjur ég mun fá af því að taka lánið sem mun síðan verða vonandi notað í það að byggja vélar eða húsnæði eða hvað sem síðan hægt að nota til þess að borga lánin tilbaka. Og hvort að vextinni séu 1% eða 5%, það venjulega ekki það sem hefur mestu áhrif. Ásgeir Brynjar, breytir þetta einhverju? Já, til að fylgja eftir því sem voru að segja, ég meina þetta var náttúrulega reynt út í heimi frá því eftir fjármálakreppuna og Seðlabankar búin að vera kringum núllið í mjög mörgum stórum löndum og það dugði ekki til að fá fyrirtækin til að byggja nýjar verksmiðjur eða ríkissjóðuna eins og þýska ríkissjóðan sem gæti fengið lánaða pening á neikvæðum vöxtum, hann fór ekki að byggja fleiri brýr, þannig að það svona til svona afhjúpun á vandanum við módelin sem keyra eftir versus hvernig raunveruleikin síðan kemur út en hins vegar hefur það samt áhrif, ég meina það hefði verið ennþá verra ef menn hefði haldið vöxtunum háum, þannig að þetta svona Þannig að stjórnvöld þurfa að stíga inn og gera eitthvað til þess að örva hagkerfið, það ekki nóg að vera bara að stilla eitthvað vextina Algjörlega, það eru allir sammála það út allan heim að Seðlabankaaðgerðirnar eru í öðru sæti núna, það eru hin opinberu fjármál sem að ráða því hvernig við komum út úr þessu og þau voru í raun og veru allt og mikið eftir síðasta fjármálahrun, Seðlabankarnir sem voru að bjarga hlutunum að því að stjórnvöld gerði ekki nóg. Núna hins vegar mjög mikið kall eftir því að það sé meira gert af hálfu hins turðsins, sem sagt hinna opinberu fjármála og síðan samspilið þar á milli. Það önnur frétt, Guðrún, það Icelandair, það verið að var samþykkt á hluthafafundi að leita eftir nýju hlutafé, allt og ljóst hvort að það verði. Það sem að maður velti svolítið fyrir sér í kringum þessu atburðarás að ég held að við höfum rætt það svona að fyrirtæki hafi fjölþættari skyldur heldur en að skila bara eigendur sínum miklum arði og það hefur verið mikið það rætt bara á undanförnum árum, ekkert endilega út af kórónukreppinu, kannski svona bara skýrst aðeins svo umræða. En í þessum tilraunum að þá ganga stjórnendurnir á starfsstéttirnar og reyna að lækka launin. Það á að lækka hlutaféð hjá hluthafunum líklega því að nýja hlutaféð á að eignast 85% sá ég einhvers staðar. Gamla hlutaféð þar sem að lífeyrissjóðirnir eiga helminginn lækka niður þannig að verður bara 15% samanlagt af flugleiðum. Maður velti fyrir sér fyrir hverja eru stjórnendurnir að vinna og að því að Já, ég á svolítið erfitt með að skilja þetta Hvað það sem að drífur áfram Fyrir hvern eru það að fara að endurreisa flugleiða? Það þeir sem að gerðu eldsneytissamningana? Það kaup flugleiða á flugfélagi á Grænhöfðaeyjum í fyrra til þess að bjarga þeim díl? Eða fyrir hverjum eru stjórnendur flugleiður að þjóna og hverjum ættur það? Það er stórt spurt. Stórt spurt. Nei, það við náttúrulega vitum að svona þetta corporate model eða hlutafélagaformi, það að mörguleyti mjög frábær uppfinning mannsins að menn sameinist rekstur fyrirtækja og þeir fá að njóta frá samfélaginu takmarkaða ábyrgð á skuldum sem þeir taka í nafni félagsins, sem gerir það verkum að þeir geta þá skapa meiri verðmæti, þetta bara með svita og tárum.
það að segja áunnum hagnað. En svo vitum við líka að eðli mannsins mjög sterkt og við erum ekkert voðalega siðmenntuð þegar við förum að skoða nánar að við erum svolítið lögmál frumskógarins ríkja líka í mannanna samfélagi og við eigum von á því til dæmis almennt og yfirleitt að stjórnendur sem ekki hafa lagt neitt fram að eigið fé eða eru bara hafa þá ákvörðun að taka að vinna hjá þessum vinnuveitanda versus hinum, að þeir náttúrulega reyna að gera sem minnst fyrir sem mest fé. Það bara eins og við öll sem erum launafólk, við vitum alveg að við viljum hafa kaffitíma langan og svona En aftur á móti þá, og þess vegna einmitt erum við setjum upp lög og hagfræðingar hafa komið upp hvatakerfi til þess að eyða þessari annarkvort áhættufælni sem að meintri áhættufælni, eða ekki meintri, við göngum út frá því að þú hafur ekkert engan sérstakann áhuga á því að vera að taka mikla áhættu fyrir hönd annarra í rauninni, en þeir borga fyrir það sem forstjóra og menn segja að föst laun þau duga ekki til þess að menn hlaupi hraðar, heldur þurfa þeir að hlaupa á eftir einhvers konar gulrótum. En hins vegar þegar við erum að díla við svona krísu eins og við erum í núna, að þá blasir bara við að tekjustreymið ekki nægilegt til þess að covera þessar skuldbindingar sem að menn hafa tekið á sig og bara í gegnum eðlilegan rekstur. Svo að, og í því þurfa menn náttúrulega, í því að taka við svona starfi þá gangast þeir undir svokallaða umboðsskyldu sem að lítur á því að þeir þurfa, það bara lögum samkvæmt, þá þurfa stjórnendur að gæta hagsmunum hluthafa, kröfuhafa og núna til dæmis bara sett í lögin fjármálafyrirtæki að stjórnendur eru skikkaðir og stjórnendur eru skikkaðir til þess að líta til samfélagslegra þátta. Og við kannski eigum að sjá meira af svona lögleiðingu á slíkum hliðarskilyrðum. En varðandi Icelandair sem slíkt að það held ég að það bara áhugavert að sjá að stjórnendur þar að bæ hafa ákveðið að fara í hlutafjárútboð út frá svona almennum kenningum þá hafa maður búist í því að þeir hafi þá átt að sjá því að virði félagsins var minna eins og þeir horfa á það heldur að vara markaði á þeim tíma þegar þessi fyrir utan þá staðreynd að ég held að það að fara að taka á sig mikla svona stórar skuldbindingar eins og verið að leggja til í útboðinu að tekjustreymið bara svo ótryggt. Og það veit enginn hvort að hægt verði að laða hingað til Íslands ferðamenn að næsta mánuð eða þar næsta mánuð eftir ár eða 2 ár. En menn raunverulega að tala að koma þarna nýtt fé? Þetta ekki bara meira og minna, til dæmis það var einhver bandarískur áhættufjárfestir sem að keypti út skuldabréfin sem að flugfélagið gat ekki staðið við, skilyrðin á bakvið fyrir árið síðan, eða bara núna í haust held ég, sem með einhverja 4-5 milljarðar inni. Þetta ekki bara svona aðila sem munum bara breyta faktískt töpuðum skuldum yfir í hlutafé og hvað stendur flugfélagið betur og eftir? Ég held að eins og við kannski töluðum fyrir nokkrum vikum síðan að undir þessum kringumstæðum er líka annað scenaríó þar sem að ríkið þarf einfaldlega að stíga inn ef að fjárfestar ekki tilbúið að koma á borðinu og undir þeim kringumstæðum verður það bara mjög skiljanlegt. Það hins vegar margar tegundir fjárfesta, það eru langtíma fjárfestar, það eru spekulantar og svo framvegis og auðvitað þegar að svona hræin liggja á víð og dreif þá koma náttúrulega hrægammarnir, það er bara viðbúið. En hins vegar til þess að svona satt að segja staðan hjá Icelandair svolítið eins og svartur kassi því að þarna er búið að hafa uppi stór orðum ríkisábyrgð á skuldum sem stórt mál og til að breytir mjög forsendum fyrir fjárfesta að koma að félaginu undir þessum kringumstæðum. Þannig að víkjandi lán sem þá bara aftast í röðinni, einhver ráðherra nefndi 10 milljarða, það sé bara í boði fyrir þá sem koma inn að taka 10 milljarða að gjöf frá ríkinu. Þarna þurfum við bara að leggja trúna okkur á að stjórnmálamenn sem eiga að fara með almannahagsmuni, þeir geri það. Ásgeir, má ég spyrja þessu að það svolítið svona, ég veit ekki hvað það sé sagt, en það látið lítið út þannig að ríkisstjórnin segir bara að stjórnendurnir verða að finna út úr þessu og þeir eru bara ráðnir hérna inn, eru líklega einhverjus
sambandi við aðalhluthafana og þau eru að leysa þetta gríðarlega mikilvæga samfélagslega mál sem þú veist hvort eigi að bjarga flugleiðum, öllum flugleiðum hluta af því eða hvernig að leysa út úr þessu. Er ekki eðlilegt að ríki bara stíða þarna inn og taka meiri þátt í því að finna lausn sem að þjónar samfélaginu öllu, fólkinu sem vinnur þarna og auðvitað líka hluthafunum og þeim sem hafa lagt inn eitthvað áhættu fyrir inn, en þeir ættu kannski að vera svolítið aftarlega á meirinni þegar að vera að meta hagsmuni. Jó, sko, ég vil náttúrulega ekki tala um þetta tiltekna flugfélög, en við... Það nóga flugfélögum í heiminum sem í svipari stöðu? Það eru 13.000 flugvélar cirka, það sé í Bloomberg, sem eru á jörðinni núna, en ekki í loftinu, og það bara vandamál að finna sko, stæði fyrir þær, en þær eru allar núna á jörðinni og mótorarnir eru farnir í að vera líka undir skemmdum að þeir hreyfast ekki svona lengi. Þannig að bókhaldslega þá einhver flugvél sem ekki að skapa neina tekjur nánast einskis virði, eða flugvélar sem ekki með flugvélar á lofti líka einskis virði eins og staðan í dag. Mínusvirði bara kostnaður við að fjarlægja þetta og eyða þessu. Algjörlega, já. Þannig að það vandinn. Hins vegar vitum við að það eitthvað annað svona meira virði þannig á bakvið mögulega þegar að við förum aftur að geta sett flugvélarnar á loft. Og þá þarf að skoða ef maður býr til dæmis á einhverju lítið eyju út í miðju einhverju hafi að þá náttúrulega flugsamgöngur í raun og veru eins og innviðafjárfesting má segja. Það bara eins og brú yfir fjörðin eða höfn til að taka á móti skipum að þá flugvöllur og flugvélar nauðsynleg grunnstoð, kerfislega mikilvæg eining og þá náttúrulega verður maður að horfa á aftur ef maður ber saman við fjármálahrunið þegar að í illt efni er komið að þá eru náttúrulega eigendurnir í félaginu búin að tapa sínu hlutafé. Það eðli hlutabréfamarkaða og hlutafélaga. Hins vegar eru það þá kröfuhafarnir sem eiga í raun og veru félagið og síðan það möguleiki þá fyrir núverandi hlutafa þó þeir séu að einhver leyti búin að tapa verðina því þeir hafa innsýn í að það samt virði þarna á bakvið. Að þeir koma þá með meira fé, kannski ekki einhver útlensku sjóður en ef ég ber aftur saman við bara Svíþjóð þegar ég var þar að þá voru lífeyrissjóðirnir sænsku að beita mjög ábyrgri fjárfestingarstefnu að kaupa ekki Volvo bílaframleiðandann af Ford þegar þeir voru búin að tapa á rekstri Volvo í 10 ár og fjárfesta heilmikið í nýrri tegunda bílum og grunni og svona. Þannig að Kínverjarnir komu bara og keyptu það. Af því að lífeyrissjóðirnir sænsku sáu ekki þarna nógu mikinn vaxtarmöguleika, sáu bara tap og núna eiga Kínverjarnir Volvo. Sama sjáum við núna að gerast með Norwegian út í Noregi sem að þar kom bara kínverskt flugfélag og keypti stóran hlut. Kínverskt ríkisflugfélag eða flugfélag í eigu kínverska ríkisins. Þannig að sko, það í raun og veru ákvörðunin sem fólkið á einhverju eyju þarf að standa frammi fyrir og á sameiginlega ríkissjóð og á sameiginlega lífeyrissjóði. Viljum við að einhverjir hvort sem þeir eru kallaðir rækamar eða þeir sem sjá tækifæri í svona fyrirtækjum í vanda eða einhverjir stórir aðilar eins og einhverjir sjóðir ríkra hvort sem það Arabalanda eða kínverskra landa sem sjá tækifæri að komast yfir flugvélar, lendingar, svæði, netverk, þekkingu, vörumerki. Flugsamgöngur milli Íslands og annar landa verði eiginlega hluta bara brú og belti Kínverjana. Það verði kínverskir innviðir sem að verði tengja við hana. Það alveg möguleiki, en hinn möguleikin þá ef að lífeyrissjóðirnir og þeir eigendur sem eru þarna og mögulega þá með ríkisaðkomu kemur svo loft og svo hægt að sjá fyrir sér sameiningu við Finnair sem í eigu finnska ríkisins og finnska lífeyrissjóða og þá maður komið með mjög skemmtilegan hub frá Helsingi til Asíu og hub frá Íslandi til Ameríku og það að sjá fyrir sér í framtíðinni að langt í að komi rafmagnsflugvélar en þær þurfa að hlaðast út í miðju hafi og þá allt í einu virðið á flugvelli sem einskis virði í dag og allt og stór með við þörfina orðið miklu meira sérstaklega maður á raforkuver sem eru hægt að framleiða rafmagn fyrir álver og geta farið
bara Þetta hlaða. Ásgeir, þetta lengra inn í framtíðina heldur en þessi þáttur þolir. Já, enda var ég bara að tala út í róttæka óvissa framtíð og alls ekki raunveruleikann í dag. Bara rétt bæta við varðandi hverjum að bjarga og maður svolítið hissa á því að það hafi ekki verið yfirlýstur neyðarréttur eftir þetta COVID-dæmi kom upp. Það sannarlega ríkir neyðarréttur hér í Bandaríkjunum og þannig að réttindi sem fólk hefur áunnið sér yfir tíma, vinnurétt og kjör. Maður sæi fyrir sér að eitthvað tímabundi neyðarréttur kalli fram á það að fólk þurfa að gefa eftir réttindi sín, en þau þurfa þá að koma tilbaka for sure eftir að neyðarástandi lýkur. Ég held að menn hljóti að virða það, íhuga þann kost ef að til dæmis ekki næst að uppfylla til dæmis þetta varðandi hlutafjárútboð Icelandair, því að vissulega Ísland eyja, við vitum það, og það þjóðarhagur að hægt sé að flytja vörur hratt og vel frá landinu. Það náttúrulega bara verkefni sem í rauninni setur á herðum ríkisins ef að engin annar einkaaðili vill standa í því. Algjört lykilatriði fyrir Ísland að vera með flugsamgöngur við umheiminn eins og við netið. Það hefur bara breytt Íslandi. Við vorum útjaðar og bara út nári Evrópu þangað til að flugið og síðan netið koma. Nú eru við eiginlega bara eins og hvörunur miðja eða svona. Það er allt öðruvísi að vera á Íslandi eftir að þetta Herðu, en Ólafur, af því að þú slærið alltaf frá þér öllu sem að getur verið svona pólitísk spursmál og þá ætla ég að spyrja þig það inn. Í lok síðustu viku þá kom frétt frá Samherja að eldri kynslóðin verði að gefa yngri kynslóðinni innanlandshlutann og það eiginlega innanlands sjávarútvegshlutinn. Erlendi hlutin í öðru félagi og inn í þeim erlenda hluta, svona holdingsfélaginu, eru hlutirnir inn í Högum og Ólís og Eimskip og öllu þessu gúmmilaði sem að þeir hafa safnað hérna innanlands. Og það hefur verið svona umræðan svona hægt og bítandi vaxið í þessari viku erfðafjárskatt og skattheimtu og líka hvernig flutt á milli kynslóðanna kannski svona hvaða eign þetta raunverulega því það náttúrulega svona raunvirði kvótans ekki bókvært rétt þarna inn. En ég ætla að spyrja út frá svona Piketty. Eitt af því sem hann segir að og þið með ekki eða ómækla tími að leiðrétta mig, ég ætla að vera með einfalda hagfræði að óréttlæti að gólfið undir kapítalismanum skatt, þannig að það flytur linnulaust fé frá þeir sem ekkert eiga og þeir sem að lítið eiga til þeirra sem mikið eiga. Og ef ekki grip inn í það, þá mun það enda með því að einn mun eiga allt eða örfáir eiga meginþorrann og það hefur við svo sem fylgst með á undanförnum áratugum og hann hefur dregið það fram hvernig þetta hefur gert. Og hann segir, þegar hann spurður út í hvað þetta gerir í þessu, þá nefnir hann eignaskatt, auðlegðarskatt, sem nauðsynlegt til þess að vinna mót þessu. Hann hefur alltaf hækkað þetta, einhvern tímann sagði hann 2–2,5%. Ég sá einhvern tímann þegar hann lagði til tillögu fyrir Evrópusambandið, þá var hann með efsta stigið, ég held að það verið komið upp í 8% hjá honum. Það svona svipaða tillögur og Bernie Sanders var með. Og svo segir hann erfðafjárskattur. Það sé eiginlega til þess að halda systeminu gangandi og Piketty náttúrulega bara sósíaldemókrati, hann vill halda blanduð hagkerfi og hann vill láta kapítalismann þjóna fólkinu sem mjólkur kýr á básnum meðan að kannski svona harðari sósíalistar verða að draga þessa kú fyrir húsvegg og skjótana þar, hann ekki þannig. Þannig hann að leggja þetta til þess að halda kapítalismann á heilbrigðum. Og hann talar góðan erfðafjárskatt sem svona lykilatriði til þess að láta hagkerfi ganga vel. Erfðafjárskattur hagfræðilegt stjórnunartæki eða það pólitískt? Ég ætla að byrja á kannski að kommenta á það að það eðlilegt að sjá kerfishegðunina þannig í kapítalisma að auður þjappist á færri hendur. Þetta sem sagt kerfisþátturinn á ensku í rauninni kallaði winner takes all. Þetta vel þekkt í öðrum kerfum. Líffræði til dæmis, ef þú ert með eina tegund af rándýrum, eða sem dæmi að það sé einhvers konar erfðabreyting hjá rándýri sem gerir það mjög í rauninni efficient. Það er góður í rauninni vegið, það gott rándýr. Og það sem gerist þá að rándýrið, það í rauninni veiðir allt það sem í rauninni til staðar, þar til það hefur veitt svo mikið
að það í rauninni drepur allt það sem það í rauninni byggir sína tilvist á. Og winner takes all í rauninni kerfishegðun þannig að ef þú ert með hagnað á einhverju starfsemi sem síðan leiðir til þess að þú getur þá í rauninni notað þennan sama hagnað til þess að fjárfesta í einhverju sem gefur þér þá meira samkeppnisforskot á markaðinum, sem gefur þér ennþá meiri hagnað, sem síðan veltur áfram í það að þú getur náð ennþá meiri forskoti. Þá í rauninni eðlilegt að þessi kerfisþáttur, samkjöppinuðs, í rauninni gerist. Og við sjáum nokkuð dæmi þetta. Google, Apple, Samsung og svo framvegis. Það eru í rauninni það sem gerist að þú ert með, í staðinn fyrir að vera með mjög mörg fyrirtæki eða mjög í rauninni svona diverse biology í gangi, þá sérðu að það er samþjöppun á fáar tegundir eða fá fyrirtæki. Og þetta er mjög hagkvæmt kerfi, þetta er efficient kerfi. En fyrir þann sem að endanum getur alla hina, þá er þetta mjög gott kerfi, en ekki fyrir það sem kannski jafnir og Ég er ekki búinn. Vandamáli við þetta kerfi er að þá að það sé hagkvæmt, það er að segja efficient, þá er það ekki resilient. Það er ekki styrkur í því til þess að takast á við einhvers konar utanakomandi breytingu eða breytingu innan þess. Og breyting innan þess getur sem dæmi verið að ef þú ert með lífkerfi, þá getur það verið þannig að það sé einhver genabreyting í einhverju tegund sem gerir það að verkum að viðkomandi tegund verður miklu betri heldur en tegundin sem var áður og það hrynur kerfið niður og það verður í rauninni, það breytist og það í rauninni þróast yfir í nýtt jafnvægi, skulum við segja. Ja, jafnvægispunkt. Það sem gerist í hagfræði er að venjulega þá reynir fyrirtækið sem sér samkeppnina koma upp, það annarkvort kaupir fyrirtæki strax eða reynir að koma fyrirtækinu í þrot. Og við sjáum að þessu tilburði hjá til dæmis Apple og Google, þau kaupa fyrirtæki leið og þau sjá að það er einhver góð hugmynd í gangi sem er ekki þá þegar innan lífkerfisins sem Apple eða Google þá kaupa þau þessi fyrirtæki. Og þetta er gamalt vandamál. Þetta er vandamál sem trust vandamálið var upp úr 1900. Erfðafjárskattur pólitískt eða hagfræðilegt fyrirbæri, það er mestuleyti pólitískt. Það er val það hvort að þú viljir leyfa kerfinu að ganga þennan, skulum við segja, vænta veg það hvernig það þróast yfir í meiri og meiri auðsöfnun eða viltu fórna ákveðinni hagkvæmni í kerfinu til þess að reyna að búa til einhvers konar viðnámsþrótt eða resilience í kerfinu. Og það er trade-off þarna á milli. Þú getur farið of langt í báðar áttir. Þú getur farið í einhvers konar skattheimtu sem endar á því að þú drepur niður alla hagkvæmni í kerfinu. Og ef þú gerir það ekki, þá endar á því að þú býr til einhvers konar langan þróunar veg í kerfinu þar sem auðsöfnunin er of mikil á of fárra hendur og það síðan endar á því að það er einhvers konar reset sem er venjulega þá vegna þess að það er einhvers konar uppreisn á bakvið hana. Og sem dæmi þá var það með að segja þannig fyrir nokkur þúsund árum að það voru fyrirgefningar, debt jubilee. Og það er í rauninni bara sami háttur þar á milli. Ef þú ert fjármagnseigandi sem getur lánað mikið, þá færðu vexti, auðurinn í rauninni safnast á skulum við segja, og fáar hendur að lokum. Og það sem gerist er að það er pólitískur óstöðuleiki í hagkerfinu á sama tíma sem krefst þess þá að einhvers konar breyting verði á kerfinu þannig að það verði sanngjarnara. Og hvort að sanngjarnt sé á einn háttin eða annan, það er háð hverjum tíma. Guðrún, ef þetta val á milli hættan svo að skall ekki of mikið eða of lítið og eins og Ólafur er að lýsa, þá er alveg klárt að við erum svona frekar á með allt og lága skatta á fjármagns- og fyrirtækja eigendur eftir nýfrjálshyggjuna. Það er varla hættan á því að þóttu við hækkum eins og skatta eitthvað að við kæfum
við kæfum samfélagi á því að hækka skatta á svona hinum ríku ef ég má orða það þannig. Já, ég held að sé náttúrulega bara eins og Ólafur var að segja, sko, þetta er spurning sjálfbærni. Náttúrulega við upp á síðustu aldar voru skattar miklu mun hærri og það er kannski lítið til Bandaríkjanna því að þeir eru með svo vel dokumentir að sögu á þessum tíma skattar voru miklu mun hærri á hina ríku, bæði upp úr aldamótunum eftir stríðin og fyrirtækja skattur var líka mun hærri. Svo reynist það nú oft vera sko, auðveldar sagt en gert að innheimta skattinn. Fyrirtækjaskatturinn bara einfaldlega mjög báborinn skatt svona stopp, það auðvelt að komast undan honum, en hins vegar bara það alveg klárt að ástæða fyrir því að Piketty og hagfræðingar verða að benda á það þurfi að skattleggja breiðibökin ekki bara vegna þess að þeir borga ekki fair share, heldur vegna þess að þeir eru bara stórnotendur á kerfinu og þeir eru ekki með það sem við kallum taxable income eins og kerfið stilt upp eftir þú nefnir nýfrjálshyggjuna. Ég held að þessi klárt mál að hún stóð fyrir þessu að reyna að hvetja til fjárfestinga og gera það svona lucrative. Hins vegar hefur maður ekki séð og kannski var maður hefur ekki séð tillögur þess efnis til dæmis að lækka verulega skatta á lítil fyrirtæki, á mjög lítil fyrirtæki og það engin ástæða fyrir því að þau séu skattlögð bara eins og þau sem eru risastór. Bara rétt eins og við skattleggjum ekki þá sem eru með lágar tekjur jafn mikið eins og þá sem eru með háar tekjur. Þannig að ég held að við eigum að sjá miklu hræringar núna og það kallar náttúrulega á það. Hagstjórnin kallar á það að bæði að hækka og lækka vexti en það verður líka að hækka og lækka skatta. Hins vegar hvenær við gerum það með hvað hætti hlýtur að mótast í rauninni að því hver fá umboð til þess að gera það. Og þar liggur hundurinn grafinn, það pólitíkin sem ákveður þetta. Það nefnilega áhugavert sem þú segja að það ekkert gefið að ég vera sama skattaumhverfi fyrir stórfyrirtæki og smáfyrirtæki, fjölskyldufyrirtæki og smárekstur og við erum svona, ég að safna eiginlega í rautt borð til þess að fjalla einmitt þetta sem ég held að sé verra umhverfi á Íslandi heldur en víðast hvar. Þannig ég fæ kannski að hippi því þegar við tekst að búa til hér gott borð að tala rekstrarumhverfi smáfyrirtækja. Áskil Brynja, viltu að tala þetta eða má ég skipta yfir í Evrópu? Já, nei, ég ætlaði bara að sýna eitt graf frá Piketty sko, sem ég veit ekki hvort það sést, en þetta svona gróflega séð jaðarskattur erfðafjárskatts í Bandaríkjunum og öðrum löndum á síðustu öld. Fór frá 10% 1900 og alveg upp í 80-90% 1940 og hélst svona þangað til 1980 en núna síðustu 10-20 ári hann búinn að vera svona 30-50%. En hann bara 10% hér? Já, þannig að þú getur giskað út af hverju einhverjir ætla að drífa sig að ganga frá. Það sama með vextina, það kannski óhugsandi að þetta lágskatta ástand að muni ríkja langan tíma, þannig að þetta eiginlega þeir sem eiga mikið nauð sem þurfa að flytja milli kynslóða ættu að fara að hafa fyrirframgjötan alveg í langabanni núna. Kannski ég ætla rétt að kommenta það sem Guðrún var að segja og Guðrún var einmitt, þetta frábært dæmi það hvort að þú vilji vera með valið á milli þess ef þú ætlar að vera með kerfi þannig að þú hækkir skatta á fyrirtæki hlutfallslega séð eftir því sem það væri stærri eða hvort að þú ætlir í rauninni eins og í dag í rauninni lækka þá vegna þess að stór fyrirtæki þau geta í rauninni borga fasta kostnaðinn við það að flytja sig yfir í aflandsskattaeyjar og svo framvegis. Ímyndið ykkur hvernig þetta þróast. Þú byrjar með lítið fyrirtæki sem háskattað og ef það nær að vaxa þá endar það á því að það nær að flytja sig yfir í einhvers konar lágskattaland þar sem það getur notað hagnaðinn til þess að vaxa ennþá meira. Og eftir því sem það vex meira og meira, því meiri fákeppni verður á viðkomandi markaði og því meiri fákeppni sem það með á viðkomandi markaði því meiri hagkvæmni eftir á markaðinum en þess að þú nærð economies of scale hjá fyrirtækinu sem nægilega stórt en ef eitthvað gerist fyrir þetta fyrirtæki
þá hrynur það og þar með ertu komið með allan markaðinn, þá ertu komið með vandamálið að það ekki nægilega mikill viðnámsþróttur á markaðinu. Og ímyndu ykkur sem dæmi bara í sambandi við Icelandair. Ef þið eru með nægilega lítið flugfélag, þetta er dæmi pólitískt svar. Getum við til dæmi sett upp kerfið þar sem við með mörg lítil flugfélag sem eru þá kannski sem einstakar einingar, ekki mjög hagkvæmar, en það er mjög erfitt að sjá fyrir sér að viðkomandi kerfi, markaðskerfi, hrynji saman í einum vettvangi, nema það komi kerfislegt áfall eins og hefur átt sér stað í dag. Og þetta er aftur og aftur, það eru svo mörg dæmi það í hagkerfum, þar sem við þurfum að setja val það, viljum við vera með hagkvæmt, mjög efficient kerfi, eða ætlum við að vera með viðnám í viðkomandi kerfi. Og kvótakerfið er dæmið það líka. Já, þetta er mjög áhugavert. Ég ætla að hafa sérstaklega þátt þetta, mismun á rekstrarskilyrði og skilyrðum smáfyrirtækja og stærri fyrirtækja og líka, þú veist, hvað er hagkvæmara fyrir samfélagið við getum orðað að veðja eða byggja undir eitthvað svoleiðis. Því að lýsingin sem að Ólafur var með rétt áðan vera lýsing á efnahagsstefnunni á Íslandi sem að ýta undir stóru fyrirtækin og þrengja að litlu fyrirtækjum. Og því miður sjáum við það líka sem að þú lýsti síðan á áðan að það eru algengara þeir sem að reyna að byggja fyrirtæki eru kannski bara að byggja þau upp þannig að stóru fyrirtæki komi og kaupi það. Það hefur eiginlega engin möguleika á því að byggja fyrirtæki upp og fara síðan í samkenni við stóru fyrirtækin. Þannig að þeir sem alltaf vilja við erum svo frumkvæði og búa til eitthvað nýtt að það er eiginlega draumurinn þeirra að koma ykkur stór og kaupi það. En ég langaði að spyrja þig Ásgeir eina stóru fréttunum í vikunni. Það er Merkel og Macron hittust og ákváðu að búa til 500 milljarða evru sjóð til þess að styrktarsjóður. Þetta eru eitthvað 80.000 milljarðar íslenskra króna. Landsframleiðslan á Íslandi er hvað undir 3. Þetta er svo 25 landsframleiðsla, þetta er svo stórar upphæðir, en þú verður eitthvað að reyna að útskýra þetta fyrir, ímynda okkur bara trillusjómann á Flateyri, útskýra þetta fyrir honum. Hvað er þarna á ferðinni? Já, það er verið að reyna að koma á svona hjálpar kerfi innan Evrópusambandsins, þannig til að brjóta upp þetta að ríkari löndin í norðri segja við ætlum ekki að nota okkar skattpeninga til að hjálpa fátækari latari löndunum í suðri og það er verið að búið að vera núna út af kófinu af veirunni verið að reyna að ná samkomulagi hvernig á að gera það og þetta hefur verið kallað svona mögulega Hamiltonian moment sem þegar Hamilton náði að gera þetta með Jefferson í Bandaríkjunum þegar að Bandaríkin þar eru til þá var því sameiginlegu fjárlög sambandsríkisins eða Bandaríkjanna sem var ekki í hverju ríki fyrir sig, heldur 1-2% af landsframleiðslu, eins og það er núna í Evrópu. Í Bandaríkjunum er núna federal budget, sem þetta er sameiginlega skatttekjurnar sem þeir hafa til að deila sín á milli eftir til að hjálpa Arizona eða Texas, að það er komið upp í 20%. Þetta gátu þeir gert á 150 árum og bjuggu síðan til Seðlabankans 1913 og sem sagt en Evrópa hefur... En Ásgeir, getur Macron og Merkel gert þetta? Það eru ekki, hvað eru mörg lönd í Evrópusambandinu? 27? 27 og... Er þetta pólitískt mögulegt? Er þetta ekki bara einhver fundur til innanlandsnotkunar til þess að styrkja stöðu þeirra sem svona höfðingja í Evrópu í augum sinna landsmanna? Já, sko þetta, hann var meira sér á netinu eins og þessi fundur, þannig að þau hittust ekki einu sinni, en sko þetta er held ég veist merki eða signalum að þau sjá hversu alvarlegu vandinn er. Ég meina, þýsku verksmiðjurnar hjá BMW fyrir ennþá að bíða eftir íhlutum frá Norður Ítalíu, og þau fá ekki þá íhluti ef að spítalarnir eru í fjárskorti þar og fólkið getur ekki mætt í vinnuna. Þannig að þetta er var svona vonarglæta, síðan var ég nú aðeins orðinn efins að því að líklega var þetta
ekki nógu stór sjóður, hann var lítill og sennilega komið of seint og spurningin í raun og veru ef við ætlum að ná að bjarga okkur út úr þessu saman í Evrópu þá þurfi í raun og veru að stíga enn stærri og frekari skref því að ef ég útskýri þetta aftur fyrir þyrlusjómannum fyrir norðan sko. Þetta svolítið svona eins og ef að þegar að Húsvíkingar lentu í því að fá fyrsta COVID-caseið og 23 af 25 starfsmönnum á sjúkrastofnunum þar þurfti að fara í einangrun, að þá ef að landlæknir eða forstjóri Landspítalans hefði sagt þið fáið enga af okkar læknum, við þurfum að nota þá hér og fjármálaráðherra hefði sagt þið þurfum bara að hækka skatta í Húsavík til þess að borga fyrir þennan auka kostnað af því að þið þurftu að loka spítalann. Það í raun og veru það sem þetta snýst hvort að hérna... Já, en Ásgeir, sko við elskum Húsvíkinga, en fólkið í Hollandi, þú veist, elskar ekki fólkið á Sigilið, sko. Það bara ekki þannig. Og þá bara eigum við það á hættu að Evrópusambandið leysist upp. Leysist upp, já. Hvað segir þú, Ólafur? Þú ert nú í Evrópu, þú ert ekki í Evrópusambandið, þú ert í Sviss. Evrópusambandið hætt á því að það sé að leysist upp? Ég er í eyjunni í Evrópusambandinu. Já, og með þess að Macron hann sagði það bara reynd út. Ef við komum því ekki í gegn, hér verði sameiginlegur sjóður þar sem við getum séð til þess að kerfisleg áföll þeim verði ekki mætt á kerfislegan hátt, þá getum við séð fram á það að hugmyndin Evrópu muni brotna. Og það var bara beint frá Macron sjálfum og hann átti sjálf á þessu. Þetta eru svakalega sérstakir tímar, Guðrún, að í 3 ár var alltaf verið að velta fyrir sig að Bretar að vera að ganga út úr Evrópusambandinu, svo þeir eru rétt gengur út úr þessu, að þá eiginlega verið að tala að Evrópusambandið bara leysist upp. Já, ég svo fókusur á Bandaríkjunum og ég bara hef ekki haft band í því að það nægilega mikið af pólitískum áskorunum í þessu landi svo maður hefur bara ekki svona mind space eins og maður segir. Það er alveg hægt á að þau leysist upp líka, sko, Bandaríkin. Ég hef meira ágjörð á því að það er svona sem snýr meira að mér, sko, persónulega. En það er alltaf svipað upp á tilnum hér. Það er maðurinn í Hvíta húsinu sem að enginn vill segja nafn enginn vill segja þessa dagana að hann virðist vera einmitt að benda á þetta að alríkið mun ekki beila út fátæk ríki sem ekki geta sinnt Húsvíkingum eins og Ásgeir lýsti svo vel á það. Herðu, láta þetta duga í bili, rosa stóra fréttir sem við höfum raunverulega verið að fjalla hér og þakka ykkur kærlega fyrir að hjálpa mér og líklega hlustendum að skilja þeir betur, Guðrún Jónsson, Ásgeir Brynjar Þorvaldsson og Ólafur Margeirsson. Við hittumst vonandi aftur í næstu viku eða þann næstu ef að heimurinn heldur áfram að skaffa okkur svona stór tíðindi sem er erfitt fyrir okkur og trillusjómanninn á Flateyri að skilja. Við verðum að láta hann skilja hvað er að gerast. En ég ætla að skipta núna yfir og fara að tala við Þorleif Friðriksson ef hann er á línunni. Já, hann er. Já. Þetta var aldrei frábært. Já, þú hefur verið að hlusta? Ég hef hlustað á með 2 eyru galopin, sko. Já, það er ekki mynd af þér, það er svona mynd af einhverjum svona skápmanni. Ja, það er líka aukadrið eða ekki. Nei, við viljum fá að sjá þig. Já, það er þetta, ég íti á, hérna er ég komin. Þetta var mjög fróðlegt og... Já, fólk spyr mig á hverju ég er með þessa þætti á hverju kvöldi og ég segi bara ég er að nota þetta bara til þess að skilja heiminn og ég get bara kallað á fólk ef ég skil ekki eitthvað og bara kallað á fólk og tala við það. Þannig ég er bara, get við búið mig til mín eigin námskeið og þessi 3 hafa hjálpað mér til þess að skilja það sem er að gerast. Og þess vegna kallaði ég líka á þig, því ég ætla líka að skilja hvað er að gerast út frá verkalýs. Ég ætla að spyrja, Ásgeir, er hann á Íslandi? Já, hann er á Íslandi. Já, og Ólafur er í Sviss. Ólafur er í Sviss og Ásgeir á Íslandi. Og ég er í Kópavoginum. Þú ert í Kópavoginum, sem er ennþá hluti af Íslandi. Ennþá, já. En þú ert sérfræðingur í sögu verkalýðsbaráttu á Íslandi og það er svona staða í íslenskri pólitík sem er einhvern veginn þannig að svona öflugasta stjórnarandstaðan við yfirvöld og ríkisstjórnina kemur frá verkalýðshreyfingunni. Já. Og það er bara þannig.
Hver ástæðan það getur verið að stjórnarandstöðuflokkarnir séu svona hugmyndafræðilega tvístraðir og það séu erfiðleikar á milli fólks eða einhverjum ástæðum það. En ég hugsa að ég sé ekki bara sá eini sem horfi svolítið til verkalýðshreyfingarinnar í vonum svona stjórnarandstöðu við stjórnvöld. Kannastu við eitthvað svona ástand í sögunni þar sem að verkalýðshreyfingin virðist hafa svona sterkt sögulegt hlutverk? Já, verkalýðshreyfingin hefur frá upphafi haft sterkt sögulegt hlutverk. Til þess var hún skipulögð, þess vegna var hún til, vegna þess að hún hefur mjög mikilvægur hlutverk að gegna og hefur haft allar götur. Það hefur eiginlega ekkert breyst. Svo spurning með einstaka tímabil, hvort að mikilvægi hennar sé meira nú en þá, eða á einhverjum öðrum tímum. Og hún hefur sannarlega staðið undir nafni núna, undanfarna mánuði og gert stórkostlega hluti, allavega verið mjög aktív og með mjög rökföst og beitt aldrei verið með einhver slagorð eða fúkyrði heldur fyrst og fremst beitt bara mjög skynsamlegum rökum sem fólk hefur neyðst til þess að taka afstöðu til. Alveg eins og ég hef hlustað á þessa snillingar sem voru í fyrirhluta þessa þáttar. Já, en þetta vísa þá til kjaradeilu Eflingar? Ég að tala til sem dæmi og ég hef hlustað líka á rökstuðning Flugfreyja núna. Þær hafa verið mjög rökfastar og ég hef ekki getað annað en dáðstað þeirra samstöðu og hjartað slær að vísu, mitt hjarta slær vinstra megin og ég hef hneigð til þess að hafa samúð með verkalýðshreyfingunni og það má finna ýmis dæmi úr sögunni þar sem verkalýðshreyfingin hefur haft verulega þýðingu og hún hefur verkalýðshreyfingin hvort sem hér eða í Evrópu, átt drýgstan þátt í að móta og koma því velferðarsamfélagi sem við hreykjum okkur af á hátíðlegum stundum. Þetta hefur fyrst og fremst verið vegna markviss starfs verkalýðshreyfingarinnar sem hefur oft á tíðum haft mikla væntingar augnabliks stórsigra en oft á tíðum hafa þeir líka runnið út í sandinn og orðið minni en ella eða vonir stóðu til. Hins vegar hafa þeir aldrei gleymt markmiðum sín og það það sem svo aðdáunarvert við verkalýðshreyfinguna að hún lifir það alltaf. En hún ekki alltaf jafn góð að sumu leyti þá finnst maður krafturinn í núna afhjúpa svolítið að hún hafi nú verið með daufara lagi í svona áratugum þar undan. Það einmitt hver tími hefur sinn Napóleon. Það sem fólk þessar hugmyndir, þessar draumar verkalýðshreyfingarinnar hafa verið með svipuðum hætti frá stofnun, það að segja að auka jafnrétti, auka og bæta möguleika fátæks fólks, að þetta fólk sé öðrum ekkert síðra. Við eigum öll jafnan rétt á að veita okkur lækninga eða menntunar eða hvað við köllum það. Við eigum ýmislegt sameiginlegt og ég var einmitt að það sem Ásgeir nefndi þarna í sambandi við flugleiði og Guðrún kom inn á líka að og Ólafur, gott ef ekki líka, að þetta að við verðum að vera með flugfélag, það alveg deinaljósara. Við hins vegar getum, eða íslensk stjórnvöld og við Íslendingar, við getum
haft aldrei mikið það að segja hvers konar félag við viljum þarna sé. Hann nefndi þarna, var ekki Ólafur sem nefndi mörg lítil og það ein góð hugmynd, það væntanlega á þessum kapitalíska grunni þá, að þetta sé litlar einingar sem ef ein fer þá það ekki allsherjar tjón. Það hins vegar verra þegar aðeins eitt flugfélag eins og núna og ef það fyrir á hausinn þá er villastödd. Þetta ég ætla að fá að halda þér að tala verkalýðsmál. Nei, verkalýðshreyfingin hefur haft skoðanir á þessu málum líka. Og við núna undanfarna daga, þú ert ekki eins og svo. Ok, við skulum ekki tala um þetta. Þetta kannski óflókið, en það engu að síður mikilvægt að gleyma því ekki að verka fólk, það hefur líka skoðanir á því hvernig framtíðin á að vera, ekki bara hvernig fortíðin var. Já. Eitt þegar við erum að tala aukinn kraft í verkalýðshreyfingunni, þá gerist það á svipuðum tíma að maður svona upplifir svona aukinn vilja til þess að brjóta það niður. Það til dæmis aðgerð flugliða, stjórnenda flugliða eiginlega að brjóta niður launakjör starfsfólksins. Við getum deilt það að gera þau óbærilega eða ekki, en flugfreyjur líta svo á að það sé verið að ýta sig niður fyrir bara bærileg lífskjör. Við erum seðlabankastjóra að tala um að það sé sérstök vá af því að verkalýðshreyfingin sé óraunsæ. Þessi sama verkalýðshreyfing og þú varst að dásama áðan að væri kröftug og góð. Hvað Er þetta bara viðbúið, svona ef við horfum í söguna, að þegar að verkalýðshreyfingin sýnir klærnar að þá styrkir andstæðingurinn sig? Hann náttúrulega reynir að grípa til þeirra ráða sem hann hefur og í Evrópu hafa náttúrulega átt á undanförnum áratugum stað mikla breytingar hvað varðar stöðu verkalýðshreyfingarinnar. Þar hún orðin víða mjög veik. Og það dapurt að hugsa til þess að einmitt í þeim löndum sem urðu til þess að þessir múrar á milli tveggja hagkerfa hrundu í löndum eins og Póllandi, þar hefur verkalýðshreyfingin sem var í fararbroddi allra þessara breytinga. Þar hefur hún orðið nánast að dverg og þannig komið fyrir Pólverjum í dag, pólsku verkafólki, að það getur ekki fengið vinnu í einstökum, býsna mörgum stórfyrirtækjum í Póllandi nema það heiti því að taka ekki þátt í starfi verkalýðsfélags. Markaþísmi, að þú færði ekki vinnu ef þú ert verkalýðssinni. Já. Og ég held nú að þetta mun ekki gerast á Íslandi vegna þess að verkalýðshreyfingin bæði, hún hefur mjög sterka stöðu og það mjög erfitt að eins og þessar tilraunir sem núna hafa sést hjá forstjóra Icelandair bera mark vott þennan vilja til þess að reyna að draga tennurnar úr verkafólki eða launþegum. En staða þeirra stjórnskipunarleg, samkvæmt stjórnarskrá og ekki síst kjarasamningum, vinnurétti og vinnulöggjöfinni svo sterk að, og ég held líka að einhver alvöru atvinnurekendur sem reka fyrirtæki svona með langtímasjónarmið að leiðarljósi óski sér að sjá verkalýðshreyfinguna hverfa aftur til síðustu aldar eða fyrri hluta síðustu aldar. Ég held að engin atvinnurekandi óski sér þá stöðu. Ég get ekki lofa því, það sé ekki einhverju sem að óska sér þess. Það engin af alvöru, ég held ekki að nokkur með fúli fenn myndi óska sér þess vegna þess að það yrði kaos, það yrði frumskógar lögmál sem hér myndi ríkja. Það eitt sem hefur eingitt verkalýðsbaráttuna svona á síðustu mánuðum og misserum aukin áhersla á baráttu fyrir kjarabótum kvennastéttanna
og það er líka því að í forystusveitinni er óvenju mikið af konum og óvenju mikið af svona skelegum konum eins og sagt er. Það er svo krafturinn núna minnir menn á að áratugina þar á undan hafi verið kannski frekar daufir, þá dregur þetta svolítið kannski fram að verkalýðshreyfingin hafi verið svolítið svona karllæg undanfarna áratugi og kannski ekki lagt áherslu á jafnrétti svona miðað við sko fjölda félaga. Sem að konur hafa ábyggilega orðið helmingurinn af félögum í ASÍ ábyggilega bara fyrir mörgum áratugum. Já, þetta er athyglisvert. Það er sennilega alveg rétt hjá þér að verkalýðshreyfingin hefur verið karllæg. Hún hefur verið það frá upphafi og ekki jafnvel á síðustu árum þegar konur hafa orðið ríkjandi í ákveðnum starfsstéttum að þá hafa þessar sömu starfsstéttir lengi verið svona undir mjög sterkum karllægum viðhorfum. Nú tala ég til dæmis kennara. En hins vegar sko hafa konur verið sannarlega hluti af íslensku verkalýðshreyfingu og ég hef oft sagt það að íslenska konur eru eiginlega stórmerkilegar í alþjóðlegu samhengi ef við skoðum baráttu kvenna fyrir jafnrétti og jöfnum launum. Þær hafa verið mjög framalega á þessu sviði og á Íslandi voru allir konur í Hafnarfirði fyrir 108 árum sem voru fyrstu sem sé hópar verkafólks sem háðu verkfall gegn mörgum atvinnurekendum í einu. Það var að segja að það voru fiskverkunarkonur í Hafnarfirði og þetta verkfall stóð á annan mánuð og þær fóru út með sigur úr því verkfalli. Sumar kom aldrei til vinnu aftur og létu sig hafa það að ganga til Reykjavíkur til þess að vinna á hverjum einasta degi 6 daga vikunar. Og fengu þá ekki vinnu? Nei, það er spurning. Sumar fengu ekki vinnu. Aðrar kusu að bara kom ekki. En þær sem sé örkuðu úr Hafnarfirði, það var engin strætó. Heldur ekki hjól, sennilega 1912. Þó einhver kannski hafi 8 hjól, það er hugsanlegt, en það voru allavega ekki góðir tróningar á milli Reykjavíkur og Hafnarfjarðar. Þær gengu þennan veg og það er til sögur af þó nokkrum konum sem vita að gera þetta lengi. Þannig ástæðan fyrir því að konur hafa verið svolítið í baksætinu í verkalýðsbaráttunni á 20. öld og svona fram að aldamótum ekki vegna þess að þær hafa skort baráttuviljan? Nei, alls ekki. Alls ekki. Karlar hins var hafa gjarnan leitast við að halda aftur að þeim og jafnvel í verkalýðshreyfingunni var það til dæmis 1911 þegar voru miklar umræður á þingi kosningarétt kvenna og stjórnarskrárbreytingu. Þá risu upp verkalýðsleiðtogar sem vöruðu við því að konur færu að fara út í þennan drullupitt stjórnmálanna sem þeir sögðu að væri svo ógeðslegur vettvangur að það væri ekki sæmandi nokkri konu að stíga út í þann pitt. Það var sem sé, þetta viðhorf var mjög almennt, held ég, meðal karla. Dagsbrún, þetta verkalýðsfélag, þetta forystufélag verkafólks á Íslandi áratugaskeið, stofnað 1906, það var karlafélag. Þar máttu ekki konur vera. Þær máttu koma sem gestir af því að þegar fundur fóru að vera svo leiðilegir að karlar voru latir eða treystu sér ekki til að fara á þessa fundi vegna þess að þeir voru bara svo leiðilegir að þá var einmitt opnað fyrir það að konur getur komið því að það er einhver skemmtun og hugsalega meira gaman á fundum ef þær myndu vera gestir en þær ættu þá að halda sér til hlés að sjálfsögum.
Í Hafnarfirði eins var Hlíf, verkalýðsfélagið Hlíf var stofnað ári síðar en Dagsbrún og það var hins vegar blandað. Þannig að þar var félagið frá upphafi bæði kvenna og karlafélag. Dagsbrún var hins vegar ekki blandað félag fyrir 1967. 60 árum sem sé eftir að Hlíf hafði verið stofnað. En það var algjörlega óvart, það var vegna þess að þeir lögðu undir sig verkalýðsfélagið hérna á Kjalarnesi og þar voru 2 eða 3 konur innanborðs og með því var þessi múr brotinn. Þannig að þessi breyting sem við sjáum svona undanförnum árum á sér sko 100 ára forsögu, að konur þurfi svolítið að ryðja sér til rúms í verkalýðshreyfingunni, það er ekki tilviljun, það er ekki vegna þess að þær eru svona frekar, heldur það er bara einfaldlega að þær þurfa að skapa sér pláss til þess að geta komið kjarabaráttu kvenna á dagskrá. Já, en þær leituðu náttúrulega líka til kalla og kallar voru mjög jákvæði gagnvart þeim, eins og dagsbrúnarmenn, þeir aðstóðu reykvískar verkakonur við að stofna sín félög, bæði Framsókn og Sókn og þannig að þeir höfðu þannig séð útbreiddan faðminn sko, en svona að vissu marki. Nú erum við að ganga inn í kreppu. Það er ekki það deilt. Við séum kannski með bjartsýnasta seðlabankastjóra í heimi sem að spáir hér 8% samdrætti og það verði strax spati á næsta ári. Þá eru svona svartari myndir sem dregnar út í heimi og ef það kemur krepp út í heimi þá náttúrulega kemur hún hingað. Það mun hafa áhrif á íslenskt samfélag. Síðustu mánaðamót voru kannski fyrstu mánaðamótin þar sem stórir hópar voru með skerta útborgun, næstu mánaðamót sem eru bara eftir viku, að þá mun fólk fá aftur skerta útborgun og svo aftur mánuð þar eftir og þá eru sumir að falla bara ofan í atvinnuleysisbæturnar hráar sem eru undir 300.000 krónum og þá fer að sverfa af mörgum heimilum. Hvaða áhrif heldurðu að þetta ástand hafi á stéttabaráttuna? Er dæmi það að þetta skerpi hana, seti kraft í verkaliðin eða brýtur fátæktin fólk niður þannig að það á erfitt með að berjast fyrir sjálfsögðuréttindum? Fátæktin getur gert hvort tveggja. Hún getur bæði verið óbóðslega eflandi, en hún getur líka verið sogið allan kraft úr fólki. Ég hins vegar held nú að svona í megindráttum hafi kreppur þjappað fólki saman og þá höfum við vopn í okkar farteskí úr okkar sögu, þar að segja verkafólk sem fólk mun grípa til dæmis eins og að gera mjög ákveðnar kröfur aukið hlutverk ríkisins, eins og til dæmis í flugrekstri, afnám þessara spillingar sem meðal annars sést í þessu dásamlega erfðakvóta máli Samherja barna. Og sko, ég held að þetta sé svo ríkt samfélag og íslenskt verkafólk gerir sér grein fyrir því að íslenskt samfélag er mjög ríkt á allan mælikvarða og það lætur ekki bjóða sér að gefast upp og fara í einhverja örbirgð. Það hefur aldrei gerst. Jafnvel á kreppu árunum sem voru þá í 10 ár, 30 til 40, þá var gríðarlega mikill kraftur í verkafólki og hann var ekki bara kraftur einhverja útsendara Moskvuvaldsins, fjarri því. Þar tók fólk saman höndum, algjörlega án tillits til flokkstjórnmála, án tillits til þess hvaða flokk það kaus eða vildi kjósa, heldur þegar eins og í útvarpsdagnum 1932 þá var þetta verkafólk úr öllum flokkum
sem tók saman höndum og afvopnaði lögregluna og menn segja að það hafi verið eina skiptið í sögu verkalýðshreyfingarinnar á Íslandi, sögu sósíalista á Íslandi, sem þeir hafi strangt til tekið verið búin að taka völdin því að þeir voru búin að afvopna lögregluna. En sagan segir líka að þá var bara hringt inn í Kvennaskólann og Brynjólfur Bjarnason formaður kommunista, hann þurfti að fara að kenna, svo að það var ekkert úr þeirri byltingu. En þetta nú það var hringt inn í Kvennaskólanum og þar með byltingin úr. Hann þurfti að fara að kenna. En þetta nú gaman saga, en það nokkuð til í því. Menn voru... Já, ég ætlaði nú bara að þakka fyrir að staldra hérna við rauðaborðið og setja inn í þetta svona smá samtal verkalýðshreyfinguna sem að náttúrulega eitt af þessum stóru öflum. Hérna höfum svolítið talað Seðlabanka og ríkisstjórnir og svona og svo erum við með stjórnarandstöðu og ýmislegt en verkalýðshreyfingin náttúrulega eina af þessum stóru öflum og stóru tækjum sem að hafa verið notuð og vonandi verður notuð í framtíðinni til þess að bæta samfélagið. Og á þann hátt sem menn hafa sýnt að er velgerlegt og vonandi, þetta náttúrulega afl sem verkafólk á að nota. Það samstæðan og það þessi kraftur sem leynist í þessum félagslegu stjórnarháttum verkalýðshreyfingarinnar. Hún mikið. Þorleifur, ég þakka þér kærlega fyrir. Ég þakka líka þeim sem voru hérna á undan, Guðrún Johnsen, Ásgeir Brynjar Torfason og Ólafur Margeirsson fyrir þá innsýn sem að þau gáfu okkur inn í ýmis mál sem að voru þá til umræðu. Það er komin helgi, helgina þá verður Ögmundur Jónasson hér með þátt sinn Kvótan heim, hann klukkan 12 á sunnudaginn og svo í næstu viku að þá verður Öryrkjaráðið á dagskrá, Hin Reykjavík og svo rauðaborðið næst á mánudaginn klukkan 8. Þá ætla ég að kalla hér fólk saman og ræða umhverfismál, áhrif kreppunar og það, hvort að umhverfismál fari svona í baksætið og hætti að vera stórmál þegar við þurfum að fara að berjast fyrir því að eiga fyrir mat á diskinn eða hvort að þvert á móti að þetta sé kreppan þar sem að umhverfismálin verði mögulega leyst á sama tíma og við byggjum upp nýtt samfélag til þess að rísa upp eftir kreppuna. En ég óska ykkur, ég ætla að þakka ykkur fyrir að dvelja hjá okkur í kvöld og svo óska ykkur bara góðra helgar og sjáumst eftir helgi. Takk fyrir það.